Öræfin upp á nýtt. Á síðustu árum hefur samdráttur í landbúnaði orðið til þess að margir öræfingar hafa nýtt sér möguleika til ferðaþjónustu á nýjan hátt og slæst Ómar hér í för með feðgunum að Hofsnesi og kannar það. Fólk og fyrnindi fanga huga minn og mig sveira inn í 100 heim. Fólk og fyrnindi fjarlæg öræfin, þar sem jörðin geymir eld og eim. Svipir fólks og fyrnindi, fár og gleði, gaug og misindi, líf og land og fólk og fyrnindi. Gróður, klungur og kvikindi, krýna hverjum hól og fjallstindi, líf og land og fólk og fyrnindi. Ekkert fjall á Íslandi mótar jafn stóran hluta þess með ásýnd sinni og Öræfajökull, allt frá Mýrdalssandi í vestri til Hornafjarðar. Það er ekki að undra, þetta er hæsta fjall á Íslandi og jafnframt stærsta eldfjall landsins, hluti af stærsta jökli Evrópu með eld í iðrum og hefur ráðið öllu örlög fólksins sem undir því býr, sent frá sér eyðandi flóðum sandinn og tortínt blómlegri byggð í eldgosum og framhlaupi skriðjökla. Þá hefur þetta fólk staðið frammi fyrir skaftfelska veruleika, orðið að endurmeta allt frá rótum og byrja aftur. Öræfin upp á nýtt. Við hefjum ferðalag okkar þetta byggðalag með því að fara aftur tilbaka til fortíðar, þegar harmonikkan var innráð í sveitinni milli sanda. Allt fram 1960 var Öræfasveit nánast eina byggðarlag landsins með engin nútíma samgöngumannvirki. Enga vegi, enga brúaða á og sitt hvorum megin sveitar voru stórfljót á eyðisöndum sem heftu för. Þessar myndir voru teknar 1970 þegar menn brutust enn á þennan frumstæða hátt yfir Skeiðarársand. Úr forneskilögum svarthvítum tónum þessara mynda skín það ástand sem ríkt hafði í 1100 ár í Öræfasveit, þegar hugtakið sveitin milli sanda táknaði þá einangrun sem þarna ríkti og var ekki endanlega rofin fyrir með brún Skeiðarár 1974. Fyrst opnun hringvegarins markaði tímamót í þjóðlífinu öllu, má nærri geta hvílíka byltingum færði öræfingum. Í einni svipan var sveitinni milli sanda svift að fullu inn í nútíman. Ekki urðu viðbrigði minni þegar öll leiðin austur var með árunum lögð bundnu slitlagi og hægt að bruna þangað á þægilegan hátt. Skaftafellsþjóðgarður var það einhverjum vinsælasta ferðamannastað landsins, enda á fáum stöðum hægt að njóta útivista með fjölbreyttari hætti, allt frá því að tjalda á tjaldstæðin og liggja þar í makindum eða fari lengri eða skemmri gönguferðir.
Ég sýnist að það sé bæði landshornið og auðvitað náttúrulega aukinn ferðamannastraumur til landsins í það heila og hann skili sér hingað, auk þess sem að eitthvað virðist hafa beint Íslendingum hingað í sumar frekar en annað án þess að ég kannski geti nákvæmlega gert mig grein fyrir því hvað það Fólk sækist hér eftir kyrrð og friði, en ef margir koma tróðast gangstíga niður og eitthvað verður að gera. Og eins og stundum hendir í hernaðarsögunni þarf að grípa til hernaðatóla til þess að varðveita friðinn. Heljar stórar þyrlur Bandaríkjahers koma til þess að stuðla að friðsæld fyrir ferðafólk. Það þarf að flytja möl upp í gangstígana á Skaftafellsheiði til þess að fólk geti gengið þangað í leita friði og fegurð án þess að vaða forina upp í jökla. En hvað finnst ferðamönnunum þetta tiltæki og þennan hávaða sem hér ríkir núna? It's very good if the way is a little better. Yes. Þetta eru steypurhærivél og sement sem svífa yfir hringveginn. Nútíminn og fortíðin fallast í faðma þegar þyrlurnar flytja þetta að á upp í hlíð fyrir ofan Svínafell þar sem þarf að endurnýja stíflu og heimarafstöð. Þær eiga langa sögu í Skaftafellssýslum. Áin rennur upp í móti vegna þrýstings frá þyrluspöðunum og flugmennir eru orðin Íslandsvinur og reyna að koma hingað aftur og aftur. Flying in here is spectacular. The glaciers and the icebergs and the mountains are not you see things that we don't see in Pennsylvania. I'm from Pennsylvania, so. En menn þurfa ekki að vera flugstjóri hjá Bandaríkjaher til þess að líta dýrð Öræfasveitar úr lofti. Fyrir nokkrum árum hóf flugfélagið Jórvík flug með ferðamenn frá flugvelli skammt fyrir neðan og austan Skaftafell og nú getur fólk séð Öræfin upp á nýtt. Þó þetta landsvæði utan byggðarinnar nákvæmlega eins og fyrir rúmum 30 árum þegar söngkonan Ellý Vilhjálms söng sig inn í hjörtu þjóðarinnar með laginu Sveitin milli sanda. Komum úr þessari flugferð yfir Skaftafell sem stendur á fallegum stað uppi á skógivaksinni brekku. Tignalegt bæjarstæði. Freysnes næst fyrir austan Skaftafell. Það stendur sunnan undir Svínafellsjökli. Hjónin Anna, dóttir Ragnars bónda Stefánssonar í Skaftafelli og eiginmaður hennar Jón Benediktsson hafa reist þar myndalegt hótel og þar einnig greiðarsala við veginn. Næst fyrir austan Freysnes Svínafell, hið forna höfuðból. Hér talin mesta veðursæld á Íslandi vegna skjóls af fjallinu og jöklinum á bakvið það. Þessi byggð einkennandi fyrir Öræfin, nokkri bæir í hnapp en ekki einir og sér. Svínafellsjökull, vinstra megin á myndinni, gekk svo langt fram í byrjun þessarar aldar
að hann komst ískikilega nærri bænum eins og jökulaldan sýnir sem við sveigju nú yfir. Eftir eldgosið mikla á Öræfajökli 1362 þegar blómleg byggð sem nefnd var Litla hérað eyddist hér, hugsuðu menn í ljósi reynslunnar Öræfin upp á nýtt og byggðu bæina saman í þyrpingum á óhultustu stöðunum. Syðst í sveitinni fyrir vestan Fagurhúsmýri bærinn Hofsnes. Þarna var stundaður sauðfjárbúskapur en þegar hann dró saman loðdýrarækt. Svo hrundi hún, þá brast grundvöllurinn undir byggð á bænum. Framtíðin var ekki björt hjá bóndanum á Hofsnesi fyrir 8 árum þegar ég átti leið heimað bænum. Það var allt kolsvart framundan. Þetta var eitthvað annað en fyrir 50 árum þegar menn létu óbrúaðar ár og stórfljót ekkert á sig fá. Ég hefði aldrei trúað því að það væri til svona mikil fátækt, loksins þegar hér var komin malbikaður vegur og sveitinni þjóðbraut, sagði bóndinn Sigurður Bjarnason við mig þá. En Öræfingar þekkti fyrir rásnild. Hann fann ráð og það var gamall heivagn og Ingólfshöfði. Þetta landnám á slóð landnámsmannsins Ingólfs byrjaði smátt. Hann gerði heivagnin upp og bauð ferðamönnum í ferð út í höfðan. En það spurðist fljótt út að þessi ferð væri ólík öllum öðrum og það var rómað hver Sigurður væri fróður Ingólfshöfða og skemmtilegu farastjóri. Fyrir 40 árum voru þetta allt leirur og vatn en nú hefur mikill hluti þeirra gróið upp. Fólki finnst ævintýri að ferðast á þennan hátt, bæði í vatninu og á sandinum. Þegar neðar kemur á sandinn verður útsýni til jökulsins mikilfenglegra. Hér komast menn í beina snertingu við þessi 2 reginöfl sem svo miklu ráða í þessari sveit, vatnið og sandurinn. Þegar komið að höfðanum sést að sandurinn sækir mjög að honum að ofanverðu, enda hefur Skeiðará verið ötul síðustu aldirnar við að flytja sand úr norðvestri að þessu svæði í hlaupum. Ferðafólki gengur nú upp á höfðan og kemur fljótlega að minnisvarða sem þar stendur, því nú erum við komin á sögufrægan stað. Hérna byrjaði þjóðhátíðin 1974. Þeir kveiktu eld í þessum hlóðum hérna og ungmennafélagarnir og íþróttafélögin hérna á Suðurlandi þau hlupu með eldin til Reykjavíkur og þar var hann látið loga meðan þjóðhátíðin stóð. Þorgerður landnámskona skipti landnámönnum milli skyldmenna sinna og margir Öræfingar geta rakið ætti sínar beint aftur til landnámsfólksins. Blóðblöndu við utarsveitafólk var samt furðu mikil miðað við einagrunna. Frjósemi var mikil. Einn forfaðir Sigurðar átti 27 börn með 2 konum, afans 18 börn með 1 konu. En hér voru tíð skipströnd og útlendingar af skipinum hafa kannski líka komið við sögu. Það alveg áberandi í ættinni minni að sérstaklega í Svínafellsættinni að það hafa franskir strandmenn aðeins bjargað litarhættinum svona fyrir cirka 200 árum. Þið þurfi ekki annað að skoða svínfellingana til þess að sjá að þeir ekki alveg hreinir Íslendingar. Það fer ekki hjá því að á sögustað sem þessum séu andar á sveimi og reynt ein saga flýtur með að því tagi. Sagan hún var eitthvað á þá leið að húsferjan á Hofsnesi hún sendi 2 vinnumenn sína hérna út eftir og þeir áttu að halda til í þessum kofa á góunni. Þegar loðnan gekk hérna með fjörunum og fiskurinn gekk svo grunnt og eftir hann rak upp á fjöruna þá þurfti að hirða fiskinn á þannig fuglinn lagðist á hann á morgnana leið og birti. Á þessu lifði fólkið í gamla daga. Þorskurinn bara rak hérna í stórum torfum upp á fjöruna sko. Og í sambandi við það að þeir koma heim og segja það að það sé ekki vært hérna í kofanum vegna þess að það sé svona reimt hérna. Og kettlingin hún varð ill af því henni var ekki hlýtt og fer sjálf næstu nótt en kemur heim aftur 8-leytið, það er klukkan 3:08 og er þá orðin sturluð og menn vissu það að hún hafði lent í draugsa en hvað þeim fór á milli það var enginn til frásagnar það vegna þess að hún var geðveikur frá því. Já, íslensk hrollvekja gat nú verið. Áfram gengið austur eftir höfðanum þar sem opnast mikil og víð útsýn til norðurs og austurs. Hér sést vel austur í Hornafjörð og allur fjallabálkurinn þaðan á vesturum liggur fyrir fótum okkar
og nú þetta allt orðið eitt sveitarfélag. Öræfin ná sem sagt austur í Lón og sveitarfélagið álíka langt og Reykjavík næði vestur á Snæfellsnes. Já, allt breytt og ekki sést örla lengur á því mikla vatni sem lék sléttuna norður af höfðanum hér áður fyrr. Það rétt að þá hafi orðið að geta fljóðs og fjör eða sem sjávarfalla? Nei, það hefur aldrei verið. Það hefur aldrei þurft? Nei. Býttu nú við, en af hverju hefur þessi saga spunnist þá? Það er bara einhver vitleysingur sem hefur sagt það. Já, og ég var bara að trúa því. Norðaustan til á höfðanum má sjá ummerki byggð og fyrir Reykvíkingana í ferðinni fengur að því að sjá hvar Ingólfur Arnarsson bjó líkast til fyrsta vetur sinn eftir hann fluttist til landsins. Þegar að Ingólfur kemur hingað 874 þá fjörður hérna vestur með höfðanum á norðan og þjóðsaga segir hann hafi lagst að litla klettinu þarna við norðvestur hornið á höfðanum. Út úr klettinu stóð blágrýtis hella með gati í, þetta var allt tilbúið þegar hann kom og þar batt hann skipið. Og ég get rökstutt þetta aðeins betur vegna þess að það var prestur sem við kallum Svartagísla. Hann dó 1703, hann skrifar: við Selsker má sjá að kaupskip hafi legið í klettin með gat sem að þeir bundu landfestarnar í og sér til búða rústa. En 1727 kom stóra hlaupið og síðan hefur ekkert sést. Allir þekkja síðan söguna ferð Ingólfs í áföngum vestur með landinu, það til hann ákvað að setjast það í Reykjavík. En sendimenn hans sem höfðu farið á undan honum að leita að öndvígishúlunum og kanna landið voru ekki ánægðir með það að hann skyldi vilja vera í Reykjavík. Og þá sagði Vífill eða Karli, ég man ekki hvað þeir að það var til ílsfórum við fögur héruð að við skildum hreppa útnes þetta. En það nú bara staðreyndin að það hafa flestir farið enn í dag til Reykjavíkur. Það eins og það sé einhvern djöfn sem tókar í með það. En Ingólfur hefur þá verið fyrsti Öræfingurinn? Já, ég býst við því. Og fyrsti Öræfingurinn sem flyst í Reykjavíkur? Já. En ekki svo síðasti? Nei, því miður ekki svo síðasti. Já, að vísu að ég hef ekkert gott að Reykjavík að segja. Nú erum við komin efst upp á höfðan og höldum í átt að vitanum. Hér eru þvernhníftir hamrar og margir hafa látið hér lífið í aldanna rás. Það sagt að dauðsföll í Jökulsá á Breiðamerkursandi og í Ingólfshöfða fylgist að, því var spáð að 20 ættu eftir að farast á hvorum stað. Á síðari hluta þessarar aldar var talan komin í 20 á báðum stöðum, en sumum hins vegar ekki rótt á brúninni eftir atburði við Jökulsá fyrir nokkrum árum. Það var Amerikani að kafa þarna í lóninu sem fórstar og þá var það hann fyrsti maðurinn svo þá, en ég hef bara sagt fólki þetta var allt í lagi, þetta var bara útlendingur og þeir ekki taldir með sko. Í Ingólfshöfða bæði ljósviti og radíóviti. Þetta einhver mikilvægasti miðunarstaður á landinu fyrir skip og flugvélar og afar víðsýnt. Þótt höfðin sé friðaður fá öræfingar árlega að ræna nokkrum eggjum eins og þeir kalla eggjatöku, fyrir því aldalöng hefð og í vitanum má sjá egg helstu fugla sem þarna verpa. Já, þetta eru langvíegg, þetta álkuegg, þetta rituegg, lundaegg, gæsaregg og skúmsegg og mafsegg. Þegar sól fer að síga tilkomu mikið að horfa vestur eftir hinnum miklu söndum sem jökulfljótin hafa byggt upp, allt vestur til Lómagnúps og Mýrdalsjökuls. Og á leiðinu tilbaka vaxandi sandöldur rifjast upp ferðum þessar sömu slóðir fyrir 40 árum þegar ekið var nær alla leiðina í vatni. Nýr hópur bíður þegar komið upp að Fagurhólsmýri. Það nóg að gera þegar viðrar vel eins og í dag. Í gamla daga hefði Hofsnesbóndinn verið í heyönnum á svona góðum degi, nú hann í ferðaönnum. Heyskapur hefur breyst í mannskap ef svo má að orðið komast. Hvernig fannst þér þetta? Alveg stúpi. Já, er þetta áttur von á? Já, eiginlega miklu betra bara. Já, það er nefnilega það. Bara svona, bara prýðilegt í alla staði. Já, breytingarnar eru örar og á Hofsnesi eins og fleiri bæjum í sveitin á milli sanda hafa menn lagað sig að breyttum háttum og aðstæðum allt neðan frá Ingólfshöfða og upp á jökul from coast to mountain.
Feðgarnir á Hofsnesi hafa skipt með sér svæðum í ferðaþjónustu sinni, Sigurður niður í Höfða en Einar sonur hans upp á Jökli. Og nú á að fara upp á Hvannadalshnjúk og Einar að útbúa ferðalangana sem eiga að ganga í jöklalínu, ekki vanþörf á. Það þarf að fara við sprungusvæði og gæta ítrustu varkárni. Þarna er hann með búnað sem þeir öræfingarnir hafa hannað sérstaklega til þess að fólk geti gengið á skíðum upp brattar brekkur en samt fundist að ganga á jafnsléttu. Skinnin eru þetta hér, þau eru hérna einni bendu. Já. Svo ormagrifja. Setur þetta undir skíði? Já, þetta er sko og líma á þessu. Já. Límist á skíði og hérna svo rífi þetta bara af þegar ég kem hérna upp á hnapp sko. Já, og það hjálpar þetta með fólki að labba upp í móti? Sko, ég get labbað upp frá bíl sko í 900 metrum. Já. Upp brekkurnar, upp allan þann bratta á þessum skíðum með skinnunundir. Maður getur rauninu oft labbað hérna jafnvel brattara á þessum skinnum sko en maður myndi labba bara á skóm sko. En pabbi hann hannaði þessa hérna. Þetta er svona, af því að þetta er svo mikið bratti sem hann labba upp á skinnunum, þá er þetta svo skellt undir. Svona háir hælar sko. Já, bara í dömunum? Svo í dömunum sko, maður fær hérna afsökun til að vera svoleiðis þegar maður er... Já. Þá er þetta ekki eins mikið sko svona aftur á. Já, og reynir ekki eins mikið á hásinn á svona eldra fólki sem er það. Já, og ekki eins mikið að hætta á hælsæri sko. Þetta er geyslugur munur, þetta er alveg... Svo tekur maður náttúrulega þessi skinn af og þessa hælar sko þegar maður er komin upp á Öræfajökul. Spennan vex, óvissan er mikil, veðrabrigði oft snögg á hæsta tindi landsins. Við reynum að ráða í hug fólksins sem ætlar að svara ögrun hnjúksins. Hnjúkurinn gnæfir til himinn sig teygir, hamrað til þverbringt ísað stá. Ógnum fagur húsan, ögrandi þegir, inn í þig smýgur hans seiðandi ná. Bjartur sem melgill, andartak er hann, alheiður berar sig blámanum í. Á sömu stundu í fötin sín fer hann, frostkaldar þoku og óveður ský. Hvers vegna klifur hann, hvers vegna sigur hann, hvers vegna öll þessi armæð og strid. Hví ertu góði að gera þig við hann, gættu þín vinur, skortir þig við. Sögrum til ama, af hverja hættar þér klærnar hans í. Svarið er einfalt og alltaf það sama, af því hann rís þarna bara af því. Af því hann rís þarna bara af því. Bærinn Kvísker er austasti bær í Öræfum. Þótt bræðurnir sem þar búa, Sigurður og Hálfdán Björnssyni séu titlaðir bændur, má kannski miklu frekar segja að þeir séu vísindamenn og þeir eru jafnokar háskólamenntaðra manna í fræðum sínum. Hálfdán er einhver fróðasti maðurinn fugla og skordýr hér á landi og hefur unnið drjúgt fræðistarf á því sviði. Bærinn er vel í sveit settur því þarna koma farfuglarnir upp að landinu á hverju vori og fara síðan aftur á haustin. Hálfdán fylgist vel með því á hverju ári hvernig þeir koma, yfirleitt alltaf í ákveðni röð, líkt á jólasveinarnir fyrir jól, skúmar og lómar fyrst. Já, það er náttúrulega, má segja skúmarnir, þeir rati,
hvernig sem veðrið Já, koma hérna í mars og snjósi yfir öllu. Það fyrstu vorbúið hérna og lómarnir sem koma hérna upp á land. Svo koma skoðaþrættir svona seint í mars, þannig upp á 28. Svo koma hérna stelkar, rásagaukar og heiðlógur hérna í stórum hópum á stundum. Og uppindir 30-50 rásagaukar í hóp, sem nú líklega, menn álítur það nú að sé nú einfarar vennilega, en það það á sumrin, en þeir komu í hópum á vorin. Já. Og heiðlógur og stelkar koma í stórum hóp, og svo heiðagæsnar, grágæsir. Grágæsnar koma fyrr, heldur heiðagæsnar. Þeir bræður fylgjast án afláts með öllu í náttúruskoðun sinni. Hálfdán fylgist grannt með öllum ferðum fugla og hann hefur safnað ótrúlegum fjöld af skordýrum. Áhugi hans hefur smitað út frá sér. Þegar nágrannarnir finna einhver athyglisverð fyrirbrigði, þá leitaði með það til Hálfdáns, koma til kvískerja, sýna honum og fá álit hans. Samir að segja ef nágrannarnir sjá einhver sérkennileg kvikindi. Hér sjáum við það þegar Hálfdán var kallaður að kvöldi til að Reynivöllum í Suðursveit til þess að líta á ókennilegan fugl sem þar var í tré. Og Hálfdán var fljótur að finna út hvað tegund þetta væri. Þetta græn söngvari, sagði hann. Hálfdán óþreytandi skordýrasöfnun sinni. Hér sjáum við afrakstur næturinnar og hann byrjar strax að ganga frá þessum feng til þess að fara með þau inn í safnið sitt. Við fáum hann til að koma út með smá brotasafninu. Sjáuði þessi glæsilegu fiðrildi. Sem dæmi heillandi heim skordýrana má nefna jötunhugsa. Okkur hætti til að álíta að allir jötunhugsar séu nokkurn veginn jafn stórir og eins, en það nú öðru nær. Hálfdán hefur 50 tegundir misstóra jötunhugsa á hraðbergi og þeir minnstur sjást svo litlir eru þeir. Vængir skordýr og vökvakerfi sem þá knýr svo fullkomið og flókið sköpunarverk að jötunhugsa minnstu gerð gefur fullkomnum herþotum langt nef. Og aftur að fuglunum, hér sjáum við skúma að verki við Jökulsárbrú. Þeir eru mjög harðskeyttir fuglar og hér eltir einn bráð sína. Sigurður á Hofsnesi kann að nefna ótrúlegt dæmi hörku þessara fugla. Þeir hafa drepið eitt strák hérna í Öræfunum aldamótin. Það var strákur á Kvískerjum sem var að smala og það var skúmur sem sló hann í hausinn og hann datt að baki og lá á grúfu og í bleitu en ekki mikilli bleitu og menn veit ekki hvort hann var dauðrótaður eða hvort hann drukknaði af því að munnur og nef sneru niður sko. Í Öræfasveit var talin vera stærsta skúmabyggð í heimi fram á miðja þessa öld og Sigurður telur að nú séu skúmarnir orðnir tífalt fleiri en þá og að það verpi 3000 pör á Skeiðarársandi. Það stendur þannig á því að við átum ungan fram á 1960 og þetta var mjög góð matur sem við töldu þá en og til dæmis hann var svona á síðustu árum þá var hann yfirleitt hamflettur og hendi pækil og reyktur og þá var þetta svona eins og vöðvakjöt af lambi en svo kom frystitækni til sögunar þá þurfti enginn að vera snattast eftir ungum til að ná sér í nýjan eða léttsaltaðan mat og við hættum að drepa þetta. Þessi lífsbarátta fuglanna á sér stað við Jökulsárbrú rétt fyrir framan nefið á þeim sem eiga leið þar Svona þetta í Öræfunum. Hér eru austurmörk lands Kvískerja og Kvísker eiga eftir að verða rannsóknarsetur fyrir vísindamenn. En hér eiga sér stað breytingar sem skipta alla þjóðina miklu. Eiðið sem skilur lónið frá sjónum sífellt að mjókka. Sjórinn nagar af ströndinni og straumurum milli lónsins og sjávar veldur því að lónið sífellt að dýpka og færast nær brúnni. Hitinn í vatninu í lóninu hefur mælst allt að 9 gráður. Svo mjög hefur sjórinn náð að ganga inn í það með sjávarföllum, heitur og saltur. Með hækkandi hitastigi þá virðist það gerast að ísinn verður ekki eins, eða jökullinn verður ekki eins harður í sér, verður mýkri fyrir og það brotnar miklu meira af honum.
Á hverjum vetri sópast 5 hektara lands burt á ströndinni fyrir neðan lónið og með sama áframaldi munu lón og sjór ná að fella brúna og ná saman. Verkfræðingar segja að það sé ekki mannlegu valdi að stöðva þessa þróun. En þá vagnar spurningin, mun þetta rof ekki stöðvast þegar það kemur niður á fast? En því miður, það eru 280 metra hérna niður á fast. Hér að vísu gróf möl í yfirborðinu, en 280 metra niður, bara sandur. Engin fyrirstæða. Þessi brú hér skammt austan við Jökulsárlón búin að vera einhver besti brandari vegakerfinsins í nokkur ár. Eins og sést liggur hún yfir ekki nokkuð skapaðan hlut. Áin Stemma tók allt í einu upp á því að hætta að renna. En sá hlær best sem síðan slær. Ef menn ætla að leysa hér vandamálið, minnstakosti til einhverjar áratuga, þá ætlunin að veita öllu vatninu úr Jökulsárlóninu hér í gegn. Þá voru þetta beljandi jökulfljót hún Stemma, en Jökulsá á Breiðamerkursandi sú sem nú hún verður að brandara, því hún verður ekki neitt. Ef þetta yrði gert, þá myndi áin renna miklu lengri leið og yfirborð lónsins verða hærra en nú og sjávarfallastraumurinn stöðvaður. Jökulsárlón eins og svo mörg undur Öræfasveitar, ein dýrlegasta náttúruperla landsins en jafnframt mikil ógn. Það hyldjúpt og rofnir hringvegurinn hér myndast djúpur opinn fjörður, fullur af borgarísjökum sem myndu trufla siglingar við ströndina og ekki bara það. Heldur yrði sennilega illfært að halda upp í siglingum hér yfir í slæmu veðri, þótt sett yrði ferja. Hver áratugur sem hægt að fresta þessu dýrmætur, hringveginum miklu meira ógnað hér en á Skeiðarársandi. En þegar lónið frosið í vetrarham lítur þetta allt sakleysislega út og hugurinn leitar eftir fjalla upp eftir Breiðamerkurjökli þar sem heillandi möguleikar víða okkar. Nú ætlum við að skjótast í jeppaferð upp Breiðamerkurjökul, upp að fjallabálki sem heitir Mávabyggðir. Ný ferðatækni opnar ný svæði. Feðgarnir á Hofsnesi og jöklajeppar á Hornafirði eru að vinna saman að því að setja upp skíðaferðir á jöklum. Ætlunin í dag var upphaflega að fara upp á Öræfajökul með fólk sem gæti síðan rennt sér þaðan niður. En það viðrar ekki til þess svo að Mávabyggðir verða fyrir valinu. Undir drang við Mávabyggðir sem heitir því yfirlætislausa nafni Fingurbjörg ætla útlendingarnir að tjalda og síðan að nýta sér skíðabrekkuna sem hér niður af. Fólkið á ýmsum aldri og ætlunin að bjóða Íslandsferð þar sem innifalinn ferð upp á Öræfajökul, Eyjafjallajökul og Snæfellsjökul. Þetta byggt upp kannski sem 10 daga ferð en hvaða tind maður tekur fyrst, það fyrir bara eftir veðri. We in the Alps we're missing the wilderness. Here we find the wilderness, the infinitive space, and these things like me very much. I love this situation. Vatnajökull is the 8th wonderful of the world. I never see something so nice like this. Niður við lónið má sjá mikla urð og ummerki eftir flóð undan jöklinum sem hefur brotið jökulsporðin þegar áin færði útfall sitt í gríðarlegri úrkomu sem mældist 140 mm á hálfum sólarhring. Kílómetra vestar fundu Kvískerjabræður hins vegar fallegan íshelli þar sem áin hafði áður runnið undan jöklinum.
Það hríslast mann spennuþrunginn unaður, hvort sem staðið undir jöklinum eða horft á hann ofanfrá, þegar jarðeldurinn að brjóta hann upp með afleiðingu sem öll þjóðin þekkir. Ferðalagi okkar Öræfasveit að ljúka. Það aftur komið sumar og við rennum okkur á flugi niður í hinn hrikalega Mossárdal. Þar hafa orðið breytingar á gróðurfari af mannavöldum hægra megin á þessari vind. Hætt var að beita sauðfé þarna þegar að þjóðgarðurinn var stofnaður og reynt að græða upp með lúpínu. Það hinn landsfrægi Bæjarstaðaskógur sem flogið yfir ofan með lúpínuna. Og hér deila með það hvort að hún sé bjargvættur, eins og margir heimamenn halda fram að hún hafi bjargað Bæjarstaðaskógi hér frá algjöru eyðingu, eða hvort að hún sé skaðvaldur. Þeir sem halda því fram að hún sé skaðræði hafa farið hér á hendur henni á hverju sumri með flokk manna til þess að slá hana. En hér hún, lúpínan, bjargvættur eða skaðræði. Bæjarstaðaskógur engin venjulegur skógur. Sjáu þið hæðina á þessum trjám. Og ferðalok okkar verða hér, þar sem sáning lúpínunar á sínum tíma og sláttur hennar nú eru dæmi það, hvernig mennirnir taka sífellt þátt í því með náttúruöflunum að skapa öræfin upp á nýtt, svo lengi sem hér byggð sveitin milli sanda.
sandinn fossar flóð, sú fegnar bríkja sem hið efra rís. Öllu hér breyta lægst og hæst, eldfjallið þó að öllu ber, óber þessi höll stór og glæs. Hátt upp af jörðu höll sú rís, hér óskaland, blátt hvel og byrt af hvítum ís, slær bjarm á græna hlíð og svartan sand.